Pálmi, þetta hafðist ekki í kvöld, svakalegu leikur. Hvað reyndur að segja við þína menn þegar gekk ekki að skora trekk í trekk hérna á 2 og jafnvel 3 mínútna köflum? Sko, við vorum bara alltaf mikið að reyna þetta sjálfur. Þegar ef við skoruðum mikið, þá fórum við bara að hnoða eitthvað og reyna að búa til færin sjálfur. Og það bara kann aldrei góðleika stýra þegar menn spila ekki sem liðin á vellinum. Eins og ég sagði við strákana eftir leikinn að við erum búin að vera að vinna í, maður að eyða klukkutímum saman í að fara í einhver heldskerfi og svo koma menn bara alltaf að taka þetta bara á Kobe-stæl og fara 1 og 1. Þannig að við þurfum bara að bæta úr því og ef menn ekki tilbúin í það þá eru nóg ungur strákur sem að geta klárað þetta fyrir okkur. Já, og ég var mjög svekktur með bara hvernig menn höndluðu pressuna. Fannst þeir mæta á hælunum og jafnvel værukærir eftir fyrsta leikinn? Já, kannski pínulítið. Það er allavega eitthvað sem við þurfum að laga fyrir næsta leik og mér fannst við bara ekki alveg tilbúinir í þetta frá fyrstu mínútu sko. Við vorum alltaf að elta og eins og ég segi, svo þegar við náðum að jafna fengum nokkra sensa til að komast yfir og þá bara fórum við í eitthvað djöfisins hnoð og gerðum þetta bara erfitt fyrir okkur sjálfa. Fyrirfram kannski búist við því að Lorenzo og Terence myndu valda ykkur hvað mestu skaða, en þegar svona leikmenn eins og Áskell stíga upp og eru að láta fyrir sig finna, þurfum þið þá að breyta einhverju? Nei, í raun og veru ekki. Ég veit alveg Áskell er frábær leikmaður, hann spilaði með mér í Borgarnesi og við berum fulla virðingu fyrir öllum þessum strákum. Allir mjög góðir körfuboltamenn og ég meina ef við berum ekki virðingu fyrir þeim þá bara jarða þær okkur. Bara heilt yfir þá er þetta bara þurfum við bara að mæta sem lið á þriðjudaginn ef við ætlum að klára þetta. Ef við spilum svona þá lendum við bara í vandræðum aftur. Oddaleikurinn væntanlega frammi fyrir fullu fjósi. Ykkur líður ekki illa við svoleiðis aðstæður? Nei, alls ekki sko. Það verður bara brjáluð stemning sko. Það var frábær leikurinn á föstudaginn og við ætlum bara að fylla fjósið aftur og klára þetta þriðjudaginn. Það er gaman að gjaldkerinn er ánægður að fá Oddaleikinn, þannig að þetta verður bara fjör.